Jæja, þá ætlum við að halda áfram. Áður en við förum inn í forritið sjálft, þá ætlum ég að benda á þennan hnapp hérna. Hér eru upplýsingar reikningin okkar, Autodesk-reikningin. Við getum búið til nýtt skjal. Þetta er í rauninni þessi síða hérna. Design, notification, hér fáum við alls konar skilaboð frá forritinu, eða þessi framleiðanda forritsins. Og hérna getum við skráð okkur út. Ok, ég ætla að smella hérna á Create New Design. Þá erum við komin inn í forritið sjálft. Við ætlum að byrja því að skoða þennan flöt hérna, Work Plane. Þessi flötur hjálpar okkur að halda teikningunni að það sem við teiknum í réttri stærð. Hér getum við til dæmis breytt þessum fleti. Við erum með Units, við getum valið tommur eða millimetra. Við ætlum að velja millimetra. Hér getum við valið ákveðna stærðir, eins og til dæmis ef við erum með ákveðna gerða þrívíddarprentara. Hér í okkar smiði erum við til dæmis með Ultimaker 2. Við getum breytt stærðinni hérna. Segjum að ég ætla að vera með vinnuflötin 100x100 eða 10x10 cm. Þá er ég búinn að breyta stærðin á vinnuflötinu. Einnig erum við með eitthvað sem heitir Snapgrid sem er hérna. Besta leiðin til að útskýra það er í rauninni að draga eitthvað form inn á vinnuflötin, eins og þetta form hérna. Og núna færist þetta, ef ég færi formið, þá færist það 1 mm í einu. Ég get líka að nota örvatakkan á lyklaborðinu og ef ég færi til hliðar, þá færist það 1 mm í einu. Ef ég breyti þessu, segjum til dæmis bara 1/10 mm eða helming svona, þá færist það bara 0,5 mm í einu. Ok, ég ætla að heiða þessu. Næst ætlum við að skoða hvernig við færum okkur þegar við erum að teikna. Setjum hérna 2 form inn á. Svona. Ok. Við þurfum stundum að fara bak við og sjá hvað við erum að gera. Þess vegna erum við með hérna tening hérna uppi. Við getum fært hann til og smellt til þess að sjá akkurat sjónarhorn sem henta hverju sinni. Við getum líka að nota þess að takka hérna, smellt á Home View eða fari nær því sem er valið. Ég nota líka scrollhjólið á músinni, þá get ég farið inn og út og ef ég hægri smelli músinni þá get ég snúið í kringum hlutin eða hlutina sem er verið að teikna. Ef ég smelli á músarhjóli og ýti því niður, þá get ég fært mig til hliðana og upp og niður. Þetta er sama eins og á músinni, það er bara zoom in hérna, zoom out. Síðan erum við með eitthvað sem heitir Orthographic View, þá getum við breytt sjónarhorn og við getum farið síðan aftur í Perspective View. Það er þægilegast að vinna í þessu Perspective View. Ok, muna að nota músarhjólið, hægri smella til að fara svona og ýta músarhjólinu niður eða fara inn og út með því að snúa músarhjólinu. Í næsta myndbandi ætlum við að byrja að skoða formin og hvernig við teiknum í forritinu. Takk fyrir áhorfið.